planet Arrakis is so beautiful when the sun is low, but the outsiders ravage our lands in front of our eyes. What's to become of our world? Come on! I've been having dreams. This is an extermination. Dreams make good stories, but everything important happens when we're awake. Kill them all. This is only the beginning. Dune, komin í bíó. Þessi þáttur í boði Pop-Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop sem kemur í 2 bragðtegundum, venjuleg súkkulaði með piparduftið, klálega uppáldið mitt. Þátturinn líka í boði Doritos, snakk frá Ölgerinni. Doritos kemur í nokkrum bragðtegundum, þar að meðal Sweet Chili sem svartubókin. Það ekkert snakk sem toppar hann, að mínum mati. Þátturinn líka í boði Subway, bestu bátnir í bænum. Subway sér líka salat og vefjur. Uppáhaldsbátur minn á Subway, það kaldur BMT og ég kaup mér allavega alltaf 3 smákökur, þær eru það góðar. Og þátturinn líka í boði Sambíóana. Sambíóan reka 5 kvikmyndahús á Íslandi, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álabakka, Kringlunni og Egilshöll. Egilshöll, það er uppáhaldsbíó mitt, ég fer oftast þangað, salur 1, það er ekkert sem toppar hann. Ég vil þakka þessu fyrirtækjum kærlega fyrir stuðningin, ég vil líka þakka ykkur fyrir að hlusta og horfa á Bíóblaðar. Endilega fylgið Bíóblaðari á Instagram, TikTok og Facebook og ef þið viljið styrkja Bíóblaðar, verslið við þessi fyrirtæki sem styðja þáttinn. Dune 2021, Bjarni. Dune 2021. Klukkan núna 20:12. Yes. Við vorum á sýningu á hann. Sérstök boðsýning. Já. Kveikmynd.is vorum sýningu. Já. Sérstök forsýning. Við fórum, Egilshöll, sal 1, Sambíóin. Geggjaður. Geggjaður. Áður fyrir með Dune. Bara 1 stutt. Við fengum nokkra trailera. Já. Það er meðal Matrix Resurrections. Yes. Bara stutt hana. Já. Svo dettið Dune. Já. Spenntur fyrir Matrix 4? Spenntari, núna. Ok. Eftir þennan trailer, verð ég að segja. Er það góður trailer? Hann var miklu betri en ég átti að vona á. En þú varst búin að sjá hann, eða ekki? Þú veist, ég er búin að sjá hann. Og ég er búin að vera að stúdera hann. Ég er búin að horfa hann aftur núna. Og mér finnst bara lúkið vera miklu flottari en ég átti að vona á, sko. En þetta er svolítið confusing og maður er bara svona, ok, hvaða saga er verið að segja, þú veist, var ekki nýja sagan búin? Mig grunar að sé kannski fara að taka meira Trinity og ég er alveg sátt við það. Ég var alveg til í það, sko. Heldur að nýja sér lítið hlutur ekki myndið? Nei, ég segi það ekki, en ég held að það sé verið að setja fókusin eitthvað aðeins meira á Trinity. Af því að hvað hefur meira að segja nýja, þú veist? Ég hef viljað fá alveg nýtt kast. Já, ég er eiginlega svolítið saman að því. Ef ég fengi að velja bara, sem aðdáandi, þá hef ég viljað fá nýtt kast. En ég er spenntur fyrir henni. Ég var hræddur og svo sá ég trailerinn og svo, ok, þetta aðeins svona létt á manni, sko. Já, ég held þetta var alveg góð mynd. Ég er að vona það, ég er samt ekki með neina væntingar. Hvað fannst þér svona jákvæðast við það? Hvað var svona kveikja mest í þér í trailerinum? Í trailerinum? Já. Mér finnst lúkið gott. Já. Og þó vant þetta græna lúk. Ég var bara að fílaði það. Mér fannst alveg töff. Það er svona öðruvísi. Ég var að hugsa áður en trailerin kom, þú veist, maður bara svona, ok, erum við að fá þetta græna tint en einu sinni, bara að líta út eins og myndina fyrir 20 ára síðan næstu. Og ég er svo ánað að Lana hef ekki farið þá leiðina, sko. Nei, í samanlegar. Þetta er líka annar sem tekur hann upp. Já, þetta er annar hérna tökumbær, já. Og ég var að segja, ég er búin að horfa hann á trailer aftur og aftur, lúkið á henni er uník. Ég get ekki líkt af henni neina aðra mynd. Það er rosalega uník útlitið á þessari mynd. Já. Það fíla ég, það er strax búin að ná mér, sko. Og ég fíla líka þetta bláa pilludót eitthvað, hann sé bara eitthvað jafnla á þessu endalaust eitthvað. Já. Ég er alveg spennt fyrir því, en ég er svona pínustressaður kannski þetta verði eitthvað svona loose remake af fyrstu eitthvað, hann að vakna, hann að þjálfa. Virkar svolítið þannig. En það væri geðvægt ef að trailerin væri kannski bara úr fyrstu 20 mínútunum. Já. Skilurðu? Ég er það ekki, og svo í restina komið hérna hraða klippur svona actioni, þeir eru ekki búin að klippa nógu mikið eða hvað það er það ekki það sem er að gerast? Við erum að fá meiri hlutir af þessu trailer eða svolítið bara svona fyrstu 20 mínútur myndinni. Manni grunir það, sko. Ég vona það. Ég vona það, sko. Af því ég þarf ekki að fá eitt aftur. Nei. En ok, förum samt í Dune. Já, maður satt nefnilega eitt þig, hvað finnst þér þetta að skipta út Lawrence Fishburne? Alls sama.
En, þú veist, er þetta ekki, það er allir eitthvað svona, hvað þýðir það að skipta? Er þetta ekki bara því að Lawrence Fishburne er 60, þú veist? Nei, það er örugglega pæling. Það er pælingið, ok. Eða, þú veist, held ég ekki hugmyndu það. Já, nákvæmlega, ég veit það ekki. Af því ég held að sé alveg gott á milli þeirra og allt svoleiðis, þá hefur bara fengið hann aftur, en þetta er örugglega pæling. Þú veist, hann þarf að augljóslega slást í þessu sinnum að það bara svona, hann er 60, þú veist, hann kannski var það ástæðin, En ég held að sé ekki beint að ríkasta Lawrence Fishburne, nei, skilurðu? nei. Hann hlýtur á einhver pæling á bak við það okkur, hann er ungur, Já, það var yngri úka. en ekki Neo og Trinity, til Já, dæmis. nákvæmlega. Hann hlýtur á það. Já. En við spjöllum betur um hann að setna. Yes, Matrix kemur. Matrix kemur. Nú er það Dune. Nú er það Dune. Holy moly. Holy moly. Ok, við munum fara í spoiler í svo þetta. Já. En við munum taka alveg skýrt fram. Já. Þetta er glæni mynd. Já. Og ég ætla að gefa nú þátt út, í rauninni bara þá er hún búin að vera í bíó bara stöðnum tíma. Já. Og vonandi margir búin að sjá hana. Þetta er bíóupplöfun. Bjarni. Ég veist að ég verð að segja Bio is back. Bíó is back. Bio is back. Varstu búin að undirbúa þessu setningu? Já. Ég bara, annarkot segi það eða bara djöfisins vombrið, eða vombrið 2021, veist. Ég segi bara Bio is back. Djöfisins upplifun. Ég er svo glaður. Ég er sammála. Ég er svo glaður. Gaman að fá risamynd. Þetta er epísk mynd sem er ekki Marvel eða eitthvað svona dót. Maður er svona komið smá Marvel fatigue. Já. Þó ég hafi lúmst gaman aðeins flestum og svona, en þá er gaman að upplega myndið svo Dune. Því maður er bara, hvaða rugl er í gangi í þessari mynd? Kannski látið fólk við að við höfum Kóriður hort á Dune. Já, við vitum ekkert um Dune. Já, Ekki við Kóriður séð fyrir myndina, ég veit ekkert um þessar sögur. Ekkert lesið bókin eða bækurnar eða neitt, svo ekki þess að míniseri, ég veit bara ekki neitt, sko. Djöfull var það gaman, ég veit ekki neitt. Djöfull var það gaman, sko. Það var hellingur sem kom mér alveg óvart í sjálfur myndinu og í sögunni. Já. Sem ég hef ekki hugsað út í. Það getur verið möguleiki. Já. Förum kannski nánar út í það eftir. Bara svo, fyrir það sem er að horfa á þáttinn. Gæti verið fluga þarna. Það er fluga. Ég nenni ekki að reyna að veiða hann eitthvað. Allan ekki drekafluga það þarna. Nei, allan ekki að drega fluga. Hint. Dune hint. Þannig að þú myndir segja það að þú er ekki orðið fyrir vonbrigðum. Nei, ég var ekki við vonbrigðum. Mér fannst hún geggjuð. Ég ætla ekki að segja þessi meistaraverk, ég hefði viljað segja það. Hún svona aðeins... Heldur hún gæti orðað hér? Ég held nefnilega að maður þarf að sjá hann aftur. Þetta er klárlega þannig mynd að maður þarf að sjá hann aftur. Já. Ég er alveg sammála. Ég vil setja alveg stóran disclaimer á þennan þáttinn hjá okkur. Við erum, það er bara hálftími síðan við sáum hana. Nýkomnir af henni. Nýkomnir af henni. Ég er ennþá að melta hana. Já. Ég ætla að sjá hann aftur í bíó. Já. Ég hef mikinn áhuga að sjá hann aftur í bíó. Já. Og það er svolítið síðan ég sá mynd í bíó þar sem ég bara svona, vá, ég verð að sjá hann aftur. Nákvæmlega. Þannig að það er rós. Já. Ég persónulega skemmti mig konunglega. Ég sökk inn í þessa mynd. Eins og ég sagði, hún er epísk og það orðið er svolítið svona ofnotað á köflum. Já. En það var vel við þessa mynd. Þetta er sko epic. Bæðið fór sjónræna veislu, líka bara sagan virðist bjóða upp á mjög epíska sögu. Mér fannst bara eins og ég farið inn í nýjan heim. Já. Og loksins er maður farin inn í algjörlega nýjan heim. Það er svo geðveikt, sko. Já, fá okkur svona stóra sci-fi mynd sem er greinlega fyrir líka fullorðið fólk. Já. Skilur, þetta er ekki svona verið að mér finnst ekki að vast þinnit eitthvað fyrir eitthvað, nei við verðum að gera þetta fyrir líka, þú veist, þó sem PG-13, ég heldur sér alveg ekki aðrættið þessi mynd. Það fannst mér að vera alveg svona alvara bak við hana og gera eitthvað svona alvöru stöf. Heldur að 12-14 ára krakka myndi hafa gaman þessa mynd? Ég er bara varmt að hugsa um það. Jú, ég held það. Það? Ég held það. Þó hún sé alveg, hún er brútal á köflum, hún er aðeins meira brútal en ég held. Já. Og hún er líka alveg á köflum, hún er köld. Já. Það gæti verið fráhrindandi fyrir eitthvað fólk. Hún svolítið sló inn á milli, þannig að fólk þarf að vera svolítið þolmátt líka, sko. Já, en mér fannst hún alls ekki hæg. Nei, þess að segja, aðeins í endan sem að ég svona, það dró úr mér að ég myndi fara að kalla hana meistverk. Að mér fannst aðeins enda svona svolítið sló og endurinn var svolítið snubbótt fannst mér, sko. Ok, en þá, einmitt, ræðum það aðeins. Já. Að því að fyrir þá sem að vita ekki, þá er þetta part 1. Yes. En hún er ekki markasett þannig. Nei. Hún heitir ekki Dune part 1. Já. Hún heitir bara Dune. Það er pottið pæling á baku það. Já. Af því þeir eru ekki búnir að gefa, alltaf ég hef alltaf ekki lesa, þeir eru ekki búin að gefa Græntljósa 2. Nei. Alltaf eftir að sína í Bandaríkjunum, hún er ekki sýnd bara til 5 vikur. Já. Þeir ætla að potta sjá til hvernig gengur núna international svo í Bandaríkjunum, á hann að gefa Græntljósa 2. Já.
Þannig að þetta eins og horfa Fellowship of the Ring Nákvæmlega. án þess að Two Towers hafi verið búin að fá grænt ljós og hvað þá Return of the King. Það mun allir hugsa það, sko. Já. Og þá spurning, þegar þú sást Lord of the Rings og sást bara Fellowship, fannst þú hann masterpiece? Nei, þú veist... Að því sagan ekki búin? Já, sagan ekki búin. Og það einmitt málið að, það svo greinilega svo mikið eftir í þessu að þetta var bara svona kynningin og öllu, klárlega, sko. Ég hef alveg miklu trú á því ef að Denis Villeneuve hefði búin rétt fram. Við erum að bera þetta rétt fram núna. Óli Bjarki, sjátt á þetta hann skamma með ef ég bera þetta ekki rétt fram. Villeneuve, eitthvað. Denis, ég ætla að kalla hann Denis. Já. Ef hann fara að gera sína mynd, sem sagt 2 eða 3, ég veit ekki alveg hvað alltaf að gera margar, að hefur mikið áhuga á að gera margar. Ef hann fara að klára þessu sögu, þá held ég að við getum talað um eitthvað að masterpiece dæmi. Já. Stefnir í það. Það stefnir alveg í það. Ég er alveg svolítið eftir mig, eftir þessa mynd. Hún er svo bombastic og það er svo flott visuals í henni, vondukallin eru geggjaðir. Mér fannst líka aðal karakterinn þessi Atreides family dæmi, ég fílaði þau. Já. Ég var alveg invested í þeim. Já, öllum. Þú ert sammála því? Já, það er engin svona áberendi eitthvað veikur hlekkur í þessu, hvað það var þar, þú veist, einhver karakter eða leikar eða... Hélstu með þeim? Já, algjörlega. Ok. Algjörlega. Mér finnst það að vera svolítið mikilvægt. Já, þú verður það. Þú verður að hafa eitthvað góða karakter, eins og oft talað um. Já. Mér finnst það stundum gleymast, sérstaklega einhvern svona stóru myndum með einhverjum svaka sprengingum, svaka CGI og okkur. Já. Þarna var alveg, ég var invested í fjölskyldunni. Algjörlega. Þeirra sögu. Fjölskyldudrama er alltaf solid, þú veist, og þetta er náttúrulega svolítið svona Game of Thrones í þessu og, þú veist, svona ættir og já, ég hef ekki verið svona impressed í bíó í langa tíma, þú veist. Hvað mannst eftir einhverju mynd svona sem þú sást síðast og bara eitthvað, wow. Hvaða síðast mynd sem maður var svona impressed, þú veist, það er, wow, langt síðan, sko. Þú veist, það, ég get ekki eins og sagt að þeim að vendismyndina, sko. Loka myndinar. Nei, sammála. Ég var ekki svona impressed af því, sko. Sammála. Mér grunar, þú veist, sko, ég veit að Mad Max Fury það var sama upplifun þar. En... Það var crazy. Það var crazy, 2015. Kannski Logan líka, Logan kom mér líka skemmtilega vart, þú veist. Þá var bara svona shit hvað ég horfa. En ég myndi líka svo meira við Mad Max, ég er bara svona shit hvað allt er að virka, sko. Þannig leið mér, sko. Ég ætla að segja þetta núna, og ég er ekki að segja að Dune sé alltaf betra Mad Max, að mér finnst Mad Max vera bara masterpiece. Já, ég var erft með það sem við líka. Og ég bara, vá, hún var svo klikkuð. Ég upplýði samt þessu öðruvísi. Já. Mér varst þessu vera meira episk. Já. Og ég þarf að fara alveg, bara hvernig mér leið líkamlega eftir þessa mynd, að ég var svo spenntur fyrir þessari. Ég þarf að fara alveg til 2008, Dark Knight. Nákvæmlega. Og sér það eru helviti mörg ár síðan. Já. Og þar á undan Lord of the Rings. Já. Ég sá þær í bíó. Já. Ég man bara þegar ég sá, að ég er að líka svo Fellowship út af því að þetta er svona kaflaskipt. Já. Og þar á undan Matrix, þú veist. Já, einmitt. Þú veist, já. Þegar ég sá bara Fellowship, ég var bara eitthvað, vá, þegar svo mynd á búin, bara mér langar að sjá númer 2 núna. Já. En það sem var munur samt er að þú vissir að Two Towers var að koma árið seinna. Þú gast huggað við það. En við Dune, við vitum það ekki. Ég var bara með ímynd mér að vera ekki gert númer 2, þú veist, það væri bara svo rangt, sko, þú veist. Það sem segir núna bara alla sem hlustar á þátt. Mér er alveg svona hvort það sé bara 20 manns. Já. Farið á sem mynd í bíó. Guð minn almáttur, já. Guð minn almáttur fara með bíó, sko. Eitthvað að reyna að downloadinni, eitthvað, horfa á þetta einhverju tölvuskjá, þú veist bara, mér er sama þó eigir 80 tómu sjónvastæki og eitthvað flott heima bíó. Sjáðana í bíó. Það eru svona, það eru kannski 1 eða 2 myndir á árið, þú veist, ef það er ekki góð tími sem maður segir bara svona, já, þetta er myndir að fara í bíó. Þetta er definitely myndir að fara í bíó. Já. Bara hún tekur þetta ár. Þú verður að upplifa hana. Bíó. Sérstaklega, fyrsta skipti í stórum kvikmyndasal. Og líka út af soundinu og tónlistinni sem er geðvik. Já. Hans Zimmer er að negla þetta, sko. Hún getur verið svo yfirþyrmandi á köflum þessu mynd. Það er ennþá núna bara, þegar hún var að spjalla með þessu mynd, það er ennþá að fara í gegnum hausunum mér, bara svona atriði, skot. Já. Þú veist, ég er bara með gæsóð. Það voru mörg fyrir mig gæsóð moment í þessari mynd. Já. Ég var bara svo glaður. Já. Bara visuals í þessari mynd, maður bara svona, já, maður gleymir því ekki, sko. Já. Þetta
þetta er það sem maður elskar í bíó. Þetta er ástæðan fyrir elsku bíómyndir. Þetta er ástæðan fyrir elsku bíómyndir. Almáttur. Var komin tími maður á það. Sko. Algjörlega, hafa komin tíma á það. Þannig ég segi bara fólk að þið verið til í risastóra, ekki bara stóra, risastóra sci-fi mynd sem er reyna að sína þér eitthvað nýtt. Já. Þú veist ekki að fara aftur inn í Marvel heiminn eða Star Wars heiminn. Já. Það er eitthvað nýtt. Já. Það er aðeins meira edgy í þessu. Það er aðeins meira adult. Já. Meira brútal. Klálega. Bara fara sem mynd í bíó, engin spurning. Ég skemmti mig bara allan tíman. Já. Og ég er alveg samanlega, það er svona kaplar í lokin sem að þetta aðeins kom aðeins við töluðum saman í hléinu við varum bara djöllur og sáttir og svo kom seinni hlutin og ég var svona seinni hlutin var ekki alveg eins góður en þú veist samt frábær en já, aðeins dalaði þar sko. Aðeins, ég held samt að þegar maður er búin að sjá hana aftur mögulega böggar það ekki eins böggar það mann ekki eins mikið og ég er alveg vissulega að maður gerir 2 já. Og þú getur kannski hort á segjum maður gerir 2 eða 3, whatever þú getur hort á þetta heima þegar setna kannski allar í röð. Það var geðvægt. Þá held mig grunar að það er ekki það að bögga mér eins mikið. Nei, nákvæmlega. Við erum bara dæma þetta er bara fyrsta áhörfið. Við erum bara rétt að dýfa tánni út í þetta, sko. Það er svo miklu meira að það, sko. Finnst þér ekki eins og við höfum einhvern veginn ekki ennþá fengið skalan á þessum heim, sko. Þetta er svona svolítið Star Wars skali á þessu. Ég elskaði það. Maður bara svona djöfulli mikill heimur á það. Sjekka, maður vill fara að kanna það meira. Og þetta er bara smá gluggi inn í þann heim. Já. Og þú sérði líka alveg, mér finnst það svolítið svona að vera undirbúið það er eitthvað epíst sem áttur að gerast. Já. Og þeir sem að lesa þessar bækur vita væntanlega hvað mun gerast. Já, við alltaf vitum ekki neitt, við vitum alveg hvað kemur. Já. En mér finnst það gaman. Það er geggjað, sko. En mér langar aðeins að fara út í svona nánari atriði og svona með þér. Já. Og það er kannski bara betra að segja spoiler núna. Já. Af því ég er svo hægt að segja eitthvað, að tala af mér. Og ég vil bara segja spoiler núna, bara sjá þessa mynd, klárið sér þáttun okkar. Drífa sig á myndina fyrst og svo hlusta á okkur. Mega spoiler alert. Yes. Dune 2021, við erum að fara að spoila alls konar atriðum. Ég nenni ekki að taka eitthvað Dune þátt og spoilin ekki. Nei. Þannig bara ekki halda áfram að hlusta á þennan þátt, eða horfa á hann, eða þú ert ekki búin að sjá myndina. Af því ég veit ég ætla bara að nefna hann núna, pabbi minn, hann horfði á Wrath of Man þáttinn með mér og Kíló áður en að sá myndina. Það er ekki gott. Svo sá myndina, hann fílaði hana vel, en hann sagði, veistu það, ég sá svolítið eftir að horta á Wrath of Man þáttinn. Það á eiginlega aldrei að gera, maður á að horfa myndina og síðan horfa á svona review þátt. Algjörlega. Ok, spoiler, nú erum við að fara um spoilera. Spoiler. Ok. Förum aðeins út í leikarana. Já. Og ég persónulega var rosalega sátt með það. Bara alla. Já. Ég var mjög sátt með alla leikarnir í þessari mynd. Já. En þú? Það var engin svona veikleiki fannst mér. Það var engin sem var svona eitthvað stakki. Áttu uppáhalds leikara eða uppáhalds karakter í þessari mynd? Ég verði eiginlega að fyndi að því að hann rauninni kemur svo lítið fyrir en það er Javier Bardem karakterin. Þú ert hardcore Bardem fan. Ég er það að dýrka hann sko en hvernig hann kemur inn og þú veist að það er ekki það mikið án, bara svona, ég vil fá að vita meirum hennar mann og það núna sko. Hvaða nagli er þetta sko? Kynningin á hann verið geðveik sko. Ég reyndar átti von á meira af Josh Brolin. Sammála, en hann er örugglega ekki dáinn. Nei, þú veist, þá eftir að koma örugglega seinna, þú veist, það búið að byggja hann upp og svona. Hann er frekar lítið í myndinni. Já, ég var svolítið svona, ég var alltaf að bíða eftir að hvernig kemur hann meira. Ég var að tala eitthvað uppáhalds okkar Momoa, þú veist, hann var bara fínn í þessari mynd. Já, en málur, Jason Momoa er fínn í svona hlutur. Já. Hann var bara aukaleikari. Já. Hann er ekki að halda við myndinni. Nei. Hann var bara leikuð töffara. Þannig virkar hann sko. Og hann var cool. Bara barbarinn sko. Já, bara eitthvað bardagæi, bara nokkur atriðum. Ég fíla hann. Já. Mér finnst hann cool. Þarna án að vera. Já. Bara, Momoa, þetta er þitt lein, verður þarna. Vertu bara ykkur aukaluturki Já. Og bara umkringdur kannski öðrum betri leikurum sem þurfa að halda upp í myndinni. Mér finnst hann bara mjög fín. Já. Ég get ekkert sett út á hann. Ég er svo til að hafa hann með skegg. Já, skrýta að sjá hann skegg, það er ógeðslega weird. Já. Það var engin eitthvað áberandi lérun uppflöðis, en eins og ég sagði við áður, djöfull er hún, Rebecca Ferguson ekki? Æðislega maður. Djöfull er hún góð maður. Já. Hún er eina mínum uppáhalds í þessari mynd. Og ég heldur sé að verða eina uppáhalds mínu líka. Já, hún er bara eina mínum uppáhalds leikonum yfir höfuð. Já. Þannig í þessari mynd,
Af því mér veist það svaka mystery á baka karakter hennar. Rosalega. Það veist það eitthvað fullt af einhverju mögulegri baksögu og Já, maður bara, sem er ekki tengið að vita almennilega. Já. Og hún líka virka mjög öflug. Já. Miklu öflug en ég held. Nákvæmlega, það er eitthvað svona, þú veist, þetta líkir svo hvað heitur í Lord of the Rings? Galadriel, eða, þú veist. Já, Kate Blanchett. Já, er þetta líka eitthvað það, kannski? Nei, er ekki ekki eitthvað samningi. Eða þegar hún fyrir að sína kraftana sína setna, sko. Já, vissu þú af því að það var eitthvað svona mind powers kraftar í þessum heimi? Ekki neitt, það er málið. Ekki heldur. Þegar það kom, og þetta með hvernig þau tala saman, með táknmáli og allt svona, ég vissi ekki neitt um það og mér varst það mjög töff. Þetta, hvað kallar þetta speak, þú veist, þegar þau skipa fólki fyrir, mér varst það svo flott hvernig þau gera það. Já. Og bara svona hálfpartinn demonic rödd einhvern veginn, dýrkaða. Fer alveg í undirmeðundina og maður bara, var að kaupa þetta alveg. Þetta var ekki silly, þetta var mjög töff, sko. Þetta var mjög töff. Talandi silly, það var eitt sem ég á pínu stressaði með, ég bara svona ánægði með að þeir náðu að bjarga sér. Já. Það er þegar það verið að tala um hvernig það ganga á sandinum. Já. Eitthvað, tala um þetta að vera dans, eitthvað. Já. Sem betur fyrir, þá sýna það var svo stutt. Já. Að því ef hann með eitthvað langt aðrið, þess að þú eru dansandi við sandinn, það verður kjánlegt. Já, nákvæmlega. Og ég hugsaði líka, þegar það var að byrja að sýnda, ég bara að hann að skauta bara, hvað er það? Ég bara er það að fara að gerast? Það að skauta yfir sandinn? Þess að nei, ég var aðeins meira svona elaborate. En já, thank God, þeir voru ekkert að sýna það mikið. Þetta er mjög lítið að því. Bara rétt svo hann að læra og svo þegar það þurfti að nota það. Já, að því mér pælingin er cool. Já. Að þetta er eitthvað svona risaormar sem búa á svona plánutu, þessari eyðimerku plánutu, og þeir skynja greinlega, víbringin og lætin eitthvað í fólki, en eitthvað ef þú labbar einhvern veginn öðruvísi, eða er ekki svona taktfast, þá einhvern veginn nærða að skauta framhjá þeim með eitthvað, ef ég skildi þetta rétt. Mér finnst það töff. Hvernig finnst það ormarnir? Ég elska það. Geðveikir. Mér finnst það geðveikir. Af því þeir eru svo kaldir, þú veist, það er svo, þú veist, þetta er bara eins og einhver svona riksjó eða eitthvað, þú veist. Þetta er bara svo svartól. Þetta er algjört svartól, sko. Það fannst mér svo geðveikt. Þetta er ekki þegar ég sá fyrir mér að ormarnir myndir ráðast á eitthvað. Þá sá ég fyrir mér bara eitthvað svona klassíst, bara svona hákall eða eitthvað. En nei. Þetta er bara svo svartól sem myndast bara undir. Þú lendur bara bara hverfur. Þú bara hverfur. Þú hverfur bara eitthvað svartól. Mér finnst það geðveikt. Hvað kallar það sinkhól? Þetta er bara svona sinkhól. Já, bara kviksyndið. Þeir bara festast líka bara í sandinum. Svo ertu bara komin onni í kjaftin. Komin einhvern svona undir. Eins og segir Rixo. Þetta er bara, mér fannst það geggja. Það er líka svo töff þegar hann er að koma og sandur byrjar að víbra og þá fara þau að sökka og geta ekki hlaupið burtu. Það býr til svo mikla spennu, sko. Geggja spennu maður. Svo er líka búið að undirbúa, ég elska það atrið. Það er eitt af mínum uppáhaldsatriðum í myndinni. Þegar að fljúga í svona drekaflugu þyrlum. Þegar mér finnst líka tæknin og hönnun í myndinni geggjuð. Geðveikt. Og það er svona skoti yfir eyðimörkina. Þeir eru að fara að skoða þetta kryddót. Og hvernig byggjaðu upp, sjá orminn lengst í burtu og hún bara, þetta er rosa casual, hún er bara í talstuðu ykkur að gæja, það er komað en ormur, þið þurfa að drífa ykkur í burtu. Já, einhverja mínútur í það. Já, þeir bara ok, svo kemur ykkur svona flugvél eða eitthvað drastlandi yfir og ætla bara að sækja, fólk sem ekki sjá myndina veit ekkert hvað ég tala um, sækja vélina sem er að harvesta þetta krydd, svo klikka það eitthvað og það er ekki að spennandi. Það er búið að gera svo mikið úr þessum orm. Þetta er svo mikið hætta. Og þau eru að tala saman 3 mínútur í það, 2 mínútur í það, þú veist að vera að telja niður. Ég ætla að líka þig við eina senu sem er svolítið weird að líka þig við. Uppaf senan í Inglourious Basterds. Þegar þú sér nasistana og svo veistu það er svolítið í það ennþá og þú veist þetta að þú sérð ógnina og hún er að koma og þú veist að það er svolítið í það ennþá, þú veist. Skilur hvað minna? Áður þú fórst yfir það? Allt í hugsaði það, þú veist, bara svona, að þú sérð hættuna, það er svolítið langt í það og svona, hvað hef ég mikinn tíma áður en náðu. Já, þú veist að tala þegar hans landa þeir koma. Já. Áhugavert. Skilur hvað minna? Ég fór ekki í það aðri, en... Þetta bara poppaði yfir og výrta líka það er bara svona, en þetta er ógeðslega töff þegar þú gerir það í myndum að, þú sérð, það er langt í það ennþá. Eins og einhvern tímann í En nálgast óðfluga, þú veist bara ekki alveg hversu hratt. Já, eins og í Mission Impossible, Ghost Protocol, þegar sandstorminn, það er 5 mínútur í þennan storminn þar. Þá búið að setja steikið þar, við höfum 5 mínútur, þú veist. Og það var í ormadrinu. Já. Það er líka svo töff, af því þeir eru svo casual. Já. Þetta er bara hætta
hjá þeim, þeir vinna þessu svæði þar sem þessu ormar búa og svo geða þeir tala við getur orðið 400 metra langir. Þeir eru huge. Þeir eru huge. Nú hefur maður ekkert við mig og sá maður ekki fyrirmyndina, þú veist. Ég held að það eru ormar með augu eða eitthvað, þú veist, ég veist ekki að það væri bara svona, þetta er svolítið eins og Tremors, þú veist, þetta er bara byggið allt á vibration, sko. Ég held reyndar, ég veit ekki, kannski, nú er ég kannski að kjafta þetta ekki bara hans nálgun á ormana? Getur ekki verið þessi öðruvís í linsmyndinni? Nú veit maður ekki. Nú er maður alveg kaldur, maður hefur ekki lesað bækurnar og sá ekki linsmyndina. Nei, en ég verð að fara að tjekka hann upp á tjóki. En það make a sense, akkur ættu svona ormar að hafa augu, þú veist. Ef þau eru neðanjarðar ormar, þau eru ekki daugu. Þau eru ekki daugu. Eins og segir, Tremors. Alveg svo Tremors, þú veist. Já. Bara, þau eru ekki þróið þannig, sko. Nei. Líka töff að hafa svona hálfgeð skíði í staðin fyrir tennur, sko. Já. Það var einhvern veginn, típiska væri að vera með eitthvað svona rosalega tennur eins og í Star Wars, þú veist, þarna pitturinn, þú veist. Já. Var hann með eitthvað svaka? Já, voru ekki eitthvað svona tennur í pitturinn? Jú. Eitthvað voru að skeri að sjá. Þú tala um eitthvað svona bara hákalla tennur. Já. Það var ekki þannig. En þetta með þessi skíði, mér varst það meira creepy, þú veist. Miklu meira creepy. Það var eitthvað ógeðslega creepy við það, sko. Og mér varst ekki bara svo creepy að það er pottið viljandi gert hjá þeim. Þess að ég sagði hann, þetta er bara svo svartól. Já. Og svartól eru creepy. Já. Og þetta er bara svartól á þessari plánutu í þessum sandi. Já. Í eðmörkinni. Já. Mér varst það trillt. Já, töff, sko. Hvernig varst það að vilja strákin? Timothy Chalamet? Timothy Chalamet, eitthvað svoleiðis. Við segjum allt í öllu núna, þú veist. Ég er að hugsa að kalla Denni Vilju bara eitthvað DFF núna. DFF. Já, strákurinn, ég hef ekki séð nú mikið á hannum. Ég sá aldrei hann Call Me By Your Name. Nei, ég var hann eftir. Já, það er allir að missa sig þessu strák. Þetta á bara að vera, næsti Leonardo DiCaprio eða eitthvað. Svona ungu leikari. En hann var góður í þessari mynd, sko. Mér fannst drullu góður. Já, mér fannst hann ekki standa upp úr, en mér fannst hann mjög solid, þú veist, með þessum geðvíkur leikurum, sko. Það er mjög erfitt að vera bara svona ábærið bestur. En mér fannst það líka alveg gaman. Þetta er svolítið svona ensemble piece. Já. Þetta er margir leikarar. Þannig ég kannski beint svona aðal. Jú, það er strákurinn, en mér fannst það svo margir í kringum hann líka. Já. Og hann verður örugglega meira aðal næst, skilur. Já, það hlýtur að vera. Það er svolítið að vera byggja að því, finnst mér. Já. Að hann er svona, það verður að kalla hann eitthvað the one. Já. Útvaldi, eitthvað, búið að býða þetta honum í 1000 ára. Oscar Isaacs var líka mjög solid, sko. Æðislur. Hann er eins og alltaf, þú veist, hann var bara mjög solid, sko. Þú líka þurfti leikara í það hlutverk, af því hann er ekkert svakalega mikið í hann deyr í myndinni. Cool döðadri. Frekar cool, já. En þú þurfti svona leikara með eitthvað svona gravitas. Já. Með þyngd, skilur. Hann er hertugi, þetta er alls konar, hann er fluguna. Sem allir bera viðingu fyrir. Já. Þú þurftur að kaupa það líka gæi eins og Josh Brolin. Sé hans hægri hönd, myndi hlýða honum. Já. Og ég keypti það, hann líka geggja með þetta skegg og ég var að tala um búningan í þessari mynd. Geðveikir. Geðveikir búningar. Maður stu bara í byrjunni þegar það verið að kynna allt og þessi hjálmahönnun og ég bara svona, oh my god, hvað er geðveikt. Þetta er svo töff. Ég var svona, ég kannast ekki neitt að þessu, þetta minnir mig ekki á neitt, þetta er svo uník, svo frumlegt, bara fyrstu hvað þessi, 20 mínúndina var maður bara aldrei séð svona áður, þetta var bara amazing, sko. Já, mér finnst ekki gaman að heyra í fólki eftir myndina. Já. Og alltaf svona andrúmsloftið, fólk virðist vera mjög sátt með þessa mynd. Já, heyrðist það. Eins og við tölum að þetta er bara smiklu upplifun, það er svo gaman. Ok, hönnunin, hjálmarnir, búningarnir, mér varst geðveikur búningur sem Oscar Isaac var í, bara þegar maður sér hann rauninni fyrst, fyrir að taka móti, risastóra gameskipa hann sem lendir og þetta er alltaf töff. Og allt meikaði sens, og líka bara töff hvernig það gerir þetta með endurnýta vatnið og inn í búningunum sem meikar fullkomlega sens á svona plánutu. Já. En já, bara hönnun á þessari myndi er bara 10, sko. Já, og líka bara hönnun á þessari gameskipunum. Flawless, sko. Já, gameskipunum og geðveik. Ógeðslega töff þessi göng sem var það ekki tímaflakk, eða, þú veist, var ég að miskila stóra rörið sem fyrir utan plánutuna, það sem allir voru að koma í gegnum, var það ekki eins og svona eins og einhver ormagöng, var það ekki, var ég að miskila það voru allir að koma út úr því. Já. Var það ekki pælingin? Jú, það hefur verið eitthvað svona gateway. Já. En af hverju heldur tímaflakk? Já, meinar þú bara... Já.
Portal, þú veist, eða þannig. Var það ekki? Jú, það ekki? Fyrst samt held ég, bara já, þetta er skipi hjá vondugan. En þetta er örugglega eins og segir. Að því að það er svo holt, sko, þú veist, sem ekki hóla, ég bara svona, já, þetta er örugglega gateway. Ég hugsaði fyrst, þetta er gameskip. Svo sá maður inn í það og þú var allir að koma úr bara svona myrkri. Ég bara svona, þetta er eins og Portal. Nú voru ykkur að skrá okkur. Kannski erum við bandið sem bara að lesa bókina. Þeir veit að lesi bókina. Hvað eru tveir gaur sem þetta ekki til Dune að taka Dune þátt? Hvort sem er gameskip eða Portal var svo hönnun ógstlega bara einföld og töff og bara sé hvað það var töff, sko. Tölum aðeins vondugæðina. Harkonnen, House of Harkonnen, sem er ekki Harkonnen. Já. Hvernig vil það? Ég var búin að heyra fyrir myndina að baróninn væri rosalegur og hann var rosalegur. Stellan Skarsgård. Stellan Skarsgård, maður, shit, hvað, hann er mikið creep. Hann gæði ekki þessari mynd. Þú veist, hvað er þetta líkið svo? Þetta er svona blandað Jabba the Hutt og, þú veist. Og bara keisarunum með eitthvað, já, þú veist. Star Wars. Já. Þetta er bara svona blob, bara ógeðslega mín mannesku. Ógeðslega vondur maður. Ógeðslega vondur og bara svona nasty og, þú veist. Og svo töff hvernig hann er með eitthvað svona drasl aftur á þessu, eitthvað svona tech-dót. Já. Hann getur svona svifið, einhvern veginn. Já. Mér fannst það svo geðveikt. Það var svo töff. Ógeðslega töff. Ógeðslega töff. Og hann var bara eitthvað svo vondur og mér finnst ógeðslega gaman að hann skildi ekki deyja. Já. Að því að pínu svona, nei, hann verður að vera meira. Þó við ekki fengið mikið meira á hann í þessari mynd. Já, þetta er Darth Vader, þetta er evil-gaurinn. En svo verður að tala um einhvern keisara. Já, svo aftur að koma. Sem er bara aðalgæinn, en við fengum ekki að sjá hann. Nei, ég meina, Star Wars tók svo mikið frá Dune, maður bara náði að það hlýtur að vera, er það ekki, þú veist, þetta dynamic, að það sé svona hálfgerður Darth Vader og svo er keisari, þú veist. Aftur, nú þekkjum við ekki söguna. En mér varst gaman að þeir skildi ekki sína keisara. Sammála því. Við fengum bara að sjá herinn hans. Nákvæmlega. Þeir voru bad motherfuckers. Já. Með skeggja tungumál sem þau töluðu. Þannig að Sardókar eitthvað. Það var svona, Urukai feelingur yfir þeim, sko. Já. Bad motherfuckers. Af því Harkonnen herinn var fucking svalur. Já. Og öflur. Já. Og skeri. Svo bætaði þeim óna. Já. Þegar ég var á myndinni, ég var bara fuck. Já. Góðu gæðinir eru fucked. Já. Svo hvað ætla þeir að gera? Já. Nú, þú veist að ég skil núna, maður búin að heyra að fólk vera líkið svo mikið við Lord of the Rings, einmitt út af þessu, það er þetta orkar og Urukai, þú veist. Þetta er rosalega svipað, sko. Já. 100%. Já, tungumál var geðveikt. Rosalega skeri, sko. Dave Bautista. Rosalega, hann var lítið. Hann var miklu minni en ég held. Já. Hann hlýtur að koma mikið í tvö. Já. En ég fíla hann. Já. Mér finnst bara svo gaman þegar vondukallinir eru vondir og þú hugsa með þér, hetjunar eru bara í djúpum skít. Já. Af því hvernig myndi byrjar. Já. Það er svo geggjað. Fyrir sína hvernig þeir komum fram með fólki á þessari Arrakis plánetu og þetta er svo töff maður. Allir svona ógíslegir, sköllóttir, voru ekki allir sköllóttir? Já, svona fölir, sköllóttir, svona... Já. Svona hárlausur einhvern veginn. Bara ívul. Já, ívul. Hvernig þau tölu. Já, hvað kaldir einhvern veginn, svo svikur, þau sviku alla og þú veist, það er ekki að treysta þeim. Nei, brútal. Lið líka. Já. Já, fuck maður, ég var alltaf bara mér langar svo meira með þeim. Þetta er bara efni í marga myndir. Við erum bara komið með nýja seríu núna, sem verður bara mjög spennandi að horfa á, sko. En væri ekki gaman að fá bara eitthvað góðan þríleik? Jú. Er það ekki? Ég væri mjög til í það. Spurningin er hvort hann gæti tektað upp í þríleik. Já, menur að frekar hann gera bara tvær. Ég held að þetta bara verið tvær. Ég heyrði einhvers staðar að draumurinn hans verið að gera þríleik og hvort að, var ekki Warner Brothers hefði bara, við skulum hafa bara tvær, en hvort hann hafi hugmyndur um hvernig hann að gera þrjár, ég veit það ekki. Ég las einhvers staðar um það, kannski er að kjafta það, sko. En miðað er bara eins og hvernig þessi endar. Enn og aftur, myndum á Fellowship. Bara, nú er bara að fara að koma nýr kapli. Já. Og hún segir mér þess að, stelpan, Chani, já, held þessi borður fram, Chani, hún segir eitthvað, this is just the beginning. Já. Og þá alltaf vissi ég líka bara eitthvað, fuck, myndir búin. Já, nákvæmlega. Hún bara enda þarna og ég skil alveg gaggrínina að það er eiginlega engin endir. Já, ég var svolítið ósættið það. Já. En hvernig geta það svona gert þetta öðruvísi? Ég hefði viljað hafa eitthvað svona meira, kannski
meira epic enda senu, þú veist, eins og það er náttúrulega bardagið þarna, en mér fannst bara ekki eitthvað rosalega epic eða þannig, en að því þú verður að líka hafa myndir að þú getur lifað sem standalone myndir, þó að það sé búið að plana að gera 2. Mér finnst það svolítið skipta máli, sko. En fannst þér að galli í Fellowship? Já, mér fannst það bara galli í Fellowship, sko. En eins og núna, því þú fekkst þessar 3 Lord of the Rings myndir, Já. það ennþá voru galli? Já, nei, ekki þegar maður er búin að sjá heildina, en mér fannst það snubbótt að fá ekki enda á henni og svo náttúrulega þurftum maður að bíða heilt ár þarna. En núna þurfum að bíða örugglega ennþá lengur eftir þeir 2. Já. Þeir ekki byrjaðir. Nei. Er það ekki? Þeir eru ekkert byrjaðir. Nei, ég held sér ekkert byrjaðir. Já, eins og þú segir, það er ekki komið grænt ljós. Nei, ég held ekki. Það var sem ég var búin að lesa, þeir eru ekki búin að gera grænt ljós. Það þýðir 3 ár, 2-3 ár. Já, en ég er samt alveg til í að bíða. Já, Ef ég fá aðra geðmynd Já. í þessum heimi, ég er alveg til að bíða. Já. En þú talar einmitt að þú hefur kannski viljað fá meira svona episkan enda. Já, einhvers konar meira svona closure og svo bara komið, hvað var að segja, já, þú veist, eða meiri cliffhanger eða eitthvað svo leiðist, þú veist. En þá er spurning, það fer svolítið eftir í hvað varst að hugsa um epíst. Af því að það sem gerist í lokin, af því mér finnst hann ekki endana bara einhver staðar. Nei. Það sem gerist í lokin er mjög epist fyrir Paul, karakter. Reyndar, já. Fyrst sem hann drefur mann. Já. Hann haldið drefur mann aður. Já. Þannig fyrir hann sem karakter, þá er það risaskref. Já. Þetta er risa kaflaskipti. Já. Það sem segir, það er spurning, er það tala um stóra sprengingar eða... Já, eða sko, jafnvel já, ég hef kannski viljað fá svona cliffhanger sem að bara byrja, og hvað þýðir þetta, þú veist, jú, það er það þegar hann er komið þegar hann er búin að drepa á augljóslega er meira powerful heldur maður hélt, en ég hef viljað fá meira svona cliffhanger, bara svona, shit, hvað, þú veist, eitthvað með baronin jafnvel eða hvað það er, þú veist. Ok. Skilur ekki að meina að maður bara svona, maður bara svona komin fram á sæti bara, og svo bara kredit, og maður bara svona, fuck, hvað er næst, þú veist. En ég var samt alveg þar. Er það? Varstu endar á þessu? Já, af því ég var bara eitthvað, mér veist, Freeman-dótið, eða Freeman, eða Freman, eða hvernig Freman, þetta fólk sem býr á þessar plándu, mér veist áhugavert. Mjög. Og þannig er hann að fara að joina þau. Já. Og við erum fara að kynnast kannski þeim aðeins betur í þá næstu mynd. Já. Þess vegna var ég alveg bara, ok, hvað er að fara að gerast núna? Hefði verið töff að sjá meira þeirra heim? Mér finnst kúl að hann... Sem er endan? Mér finnst alveg kúl að hann skildi eftir. Hann setur fókus rosa mikið á, eðlilega, Paul í þessari mynd. Já. Og hann er svolítið byggjalega upp, svolítið hann, mömmuna, þessast mömmans, og náttúrulega pappan. Já. Þetta er svona 3 stærstu karakterin í þessari mynd. Já. Með grunar, eins og í næstu mynd, það verða meira hafi bara dem til dæmis. Já, örgulega. Það hlýtur alveg að vera, og svona stelpan, Jenny. Já. Þetta er alltaf mjög klassist, þú veist, kongunni þarf að deyja og prinsinn þarf að taka við, þú veist. Já, þú veist, Þannig ef hann hefði trúið því öllu líka eitthvað að sína þau meira, þú veist, ég veit ekki alveg, kannski hefði virkað. Já. En mér finnst alveg cool, eins og með Harkonnen liðið. Já. Mér fannst það svo geggja lið, vondugæðinir. Já. Og þegar fórum að sjá heimaplánda þeirra, það virkaði ógíslegt. Hverjum til að búa þarna? Já, þetta var rosalega blík. Það var svo helvíti. Það var svona blík, þú veist, getum við líkt þessu við eitthvað, þú veist, einhverja svona bad guys í einhverju öðru myndum, þú veist. Ég hugsaði smá, er ég að rugla, þú veist, Borg í Star Trek myndinni, voru þau ekki svona Borg, Mér finnst þau ekki svona skeri. Er ég algjörlega misminna eitthvað það? Nei, Borg-liði var alveg... Þau voru svolítið svona, eða ekki? Já, nei, alls ekki eins skeri, sko. Fyrsta sem ég hugsaði, ég sá plándur þeirra og hvernig liðið þetta var, að því ég er nýbúin að lesa smá Justice League. Já. Með Darkseid. Já. Og hann alltaf er aðal leiðtogi Apocalypse, hann ræður yfir Apocalypse plándurinni. Já. Ég tengdi það við það, sko. Já. Það virkar ógeðslegt. Já. Ógeðslu staður, ógeðslu plánda. Það er helvíti. Já. Þannig virkaði svolítið bara þetta Harkonnen dóttanna. Þetta er bara parasites. Já. Þetta er bara að fara og taka allt af plánundum. Og þeir eru skeri. Já. Baronin var skeri. Já. Útlislega, hvernig hann hagaði sér, hvernig hann talaði. Já. Bautista, þó hann hafi lítið myndinni. Já. Ég myndi ekki alveg lendi í þessum gæja. Já. Skilurðu? Ég elskaði það, þeir voru skeri. Já. Já, maður var mjög maður var alltaf að býja eftir að fá að sjá meira um honum, sko. Bautista, sko. Þannig ég er alveg til í að vera þolumóður. Já. Bíða með að dæma verkið allt
í sinni heild. Algjörlega, maður veit alveg, þetta er kynning, þetta er bara kynning á þessum heim. Þetta er svolítið kynning og eitt sagði með eftir bíó þetta væri ekki svolítið svo pilot. Já. En ég hef aldrei séð pilot sem er svona. Það er bara svo gaman að hafa bara fengið að stíga inn í nýjan heim. Það er bara svona djöfullega langt sem að sé eitthvað algjörlega nýtt. Það er ekki nýtt en fyrir okkur er þetta nýtt. Fyrir okkur er þetta nýtt og það er bara svo glóría, sko. Já, ég var rosalega hrifinn. Já. Ég verð að segja það. Já. Og ég er mjög spennt að sjá hann aftur. Segð mér eitt, hvað fannst þér þetta armordæmi með bláa og rauða litina, þú veist, eins og var að slást. Fannst þér ekki svolítið trufla flóið í slagsmálunum? Slagsmálatir voru ekki stöf. Slagsmálatir voru ekkert frábær. Nei, þau voru lala. Já. Lala. Já. En það er alltaf lægi, þetta er alltaf ekki þannig mynd. Þannig ég fyrir ekki það. Já. En með þess að vörd þarna, þeir eru allir með eitthvað skjöld sem kveikir bara á. Já. Fyrst var bara eitthvað svona, það er eitthvað svo mikið svindl. Já. Og mér finnst þú taka sem eitthvað hægt í burtu. Já. Þangað til að útskýr skjöldin. Já, reyndar. Þú kemst alveg gegnum hann. Já. Þetta er ekki 100% skotel. Já, það er hægt, sko. Ég fílaði það. Já, það er þetta alveg. Þú ert með eitthvað svona future tech. Já. Og mér finnst töff líka þegar hertoginn, Óskar Isaac kveikir á því. Já. Á hann að fer og kíkir á konuna. Já. En svo lendir hann í því, hann fær einmitt skot í bakið og hann næri ekki. Ef hann náð þessu, já, það hefði ekki farið þá var hann sloppið, já. Eins og Duncan, Já. Jason Momoa. Já. En mér varst það töff, hann skotin akkur þann stað, hann næri ekki tæka tíð já. Í þetta. Þannig mér varst cool að þeir gefa þó sem er skjöld, hann er ekki fullkomin. Nei, nákvæmlega. Það er enda rétt, það er góð punktur. Ég bara tók eftir í fyrsta svona hóp slagsmanna að því að hinir, þú veist, það var að stinga þá og skera þá og þú veist, bara með fyrsta höggi, en svo alltaf bara þetta bláu rauðaljós að koma og maður bara svona, þess að hugsa að það var ágætt að þið myndi að sleppa þessu, þú veist, að hafa meiri steiks að hafa ekki, en þetta er náttúrulega bara ný pæling, þetta er svona öðruvísið, þú veist. Algjörlega. En já, ég pældi mikið í því bara, já, slagsbátur er ekkert frábær. Þau eru lala. Ætla hann sé kannski ekkert góður í svoleiðis aksjóni, hann vilji nú. Mér varst þessi stuttu aksjónatriði sem eru í Blade Runner, þau eru töff. Svo fyrsta atriði með Gosling og Bautista. Já, alveg rétt, fyrsta var mjög brútal. Það var mjög brútal. Já. Það er rétt. En hann er ekkert að gera eitthvað John Wick aksjóndót, sko. Er hann að fara Nolan-leiðina? En mér finnst það... Hann var svona visual master en ekki action-leikstöri. Dótið sér sá í Blade Runner, svona hand-to-hand dót. Já. Finnst mér, reynda var hólfi atriðið í Inception heldur töff. Já. Rotating hólfi. Jú, reyndar, jú. Það var heldur töff, sko. Já. En ég hugsa hvort að Denis sé aðeins betri action-leikstöri. Jú, Sicario, það er töff stöff í þeirri mynd. Jú, reyndar, já. Það atriðið á landamærunum. Já, gunplayið var gott, já. Það er rétt. Hann er engin aumingi, það kemur að leikstra hans atriðum. En ég skil gott við, það er svo koreografið eða eitthvað, náðu kannski ekki að njóta sín, almennilega, líka því að þetta var alltaf svona blörrast einhvern veginn, skjöldurinn, ég skil gott við. En ég gef hann kredit að hann var ekki að klippið í dauða, þú veist. Nei, þetta er ekki það. Hann var með svolítið opið skot og sem alltaf er verið að, þú veist, hann alltaf er ekki með Keanu Reeves að það. Þannig að, þú veist, það er svona, já, það vantaði aðeins upp á, og líka ég hefði viljað fá bara svona gett uník hreyfingar, þú veist, þetta er náttúrulega algjörlega nýr heimur. Sko. Já, í málega, þeir byrja svolítið þannig. Já. Mér fannst besta slagsmátrið, fannst mér vera Brolin og Timothy. Já. Æfingatriðið. Mjög öðruvísi. Já, bara hvernig byrjaði að berjast einhvern veginn. Mér fannst það heldur töff. Hreyfingarna voru mjög skrýtnar. Sko. Ég held að það er einhvern veginn svona meira einhvern veginn af því í sérstaklega myndinni sjálfri, þegar leiði á hana. Já, þú gæst ekki bara sagt, já, þetta er þessi stíl eða eitthvað sem við þekkjum. Þetta var algjörlega alien, sko. En svo, ég veit ekki það samt alveg, ég hefði alveg viljað, þetta eru gæjar sem berjast með hnífum og sverðum. Ég hefði alveg til í blóð. Það er alveg málið. Hún hefði alveg mátt vera R-rated. Já. Skilurðu? Djúvill hefði verið næs ef hann verið R-rated mér. Fara alla leið og líka með hardcore-inn, sko. Fara alla leið með það, sko. Já. Það hefði verið geðveikt. Eins og þegar Bautista er að taka bara hausan af einhvern gæjum. Já. Ég alveg til að sjá það. Það hljómar eitthvað svo morbid. Ég meina... En það er allt svo að dölt í þessar mynd. Þetta er fullorðs mynd. Myndi passa við þessa karaktera, þú veist. Já. Þetta er ekki fjölskylda ævintýri eins og Lord of the Rings. Nei. Þetta er nefnilega ekki þannig. Þetta er mjög alvarlega, þú veist, og verður mörgulega meir og meiri pólitík í þessu líka og svona, þú veist, þetta er... En mér varst það líka áhugavert. Þetta er serious stuff, sko. Já. Algjörlega. En ég fílaði það. Já. Allir með eitthvað svona hás, eitthvað ættir og eitthvað og
draumur væri að þau myndu öll saminast gegn þessum keisara, við skeðum við sem ekki búin að sjá hann, það er hellingur eftir. Já. Sem geta leikið sér með. Já. Alveg fullt, sko. Þetta var bara að fá aðeins að kíkja inn hérna heim, sko. Það er alveg fullt af það eftir. Það er alltaf mikil ádela væntalega á kapitalisma og allt það, það er alltaf bara augljóst. En já, mér fannst, ég sammálaði með hvað er það, sandfólkið, Fremann. Já, Fremann, mér fannst það mjög áhugavert og hvernig þau lifa og svona, nákvæmlega, ef þetta endar þarna að hann er komin með þeim, þá var kannski meira áherslu á þau í næstu mynd, það var bara að kekja það, sko. Mér er spenntið fyrir því, sko. Já, ég held það nefnilega. Ég held að tökja þetta orðið, af því mér fannst þessi trillt. Já. Er þetta best mynd sem ég séð? Nei. Ég held að Ég er ekki að segja það. Nei, ég held að þegar maður er búin að hugsa þessum að því ég fekk smá svona slæmt bragð þarna í endan, það svona truflaði með aðeins, en fram að því var ég bara að þetta er geðveikt, sko. Svo muni að hugsa með og ég muni að gláða því síðan aftur, bara svona, já, þetta er geðveikt. Þetta er Veistu, bara svo mikil upplifun. Já. Þess vegna fer maður í bíó. Já. Ég er ekki svona impresta mynd, bara strax eftir myndina, oft, sko. Nei, og svo er maður líka alveg maður getur alveg picky ef maður fær eitthvað svona frábært, maður er bara það er svona smá en ég skil alveg gott við, en það er líka, hann hefur þurft að peysa hana öðruvísi einhverju leiti, af því að það er engin endir. Já. Hann er ekki ég var að hugsa það, hefði verið að klippa 20 myndir af þessar myndi, eða korter, eða var einhver stað pláss til þess? Fannst þú langdregin? Mér fannst hann ekki langdregin, en mér fannst hann aðeins langdregin hann í restina, og ég vissi ekki síðasta hálftíman, síðast 20 myndir. Síðast 20 myndir, já. Ég vissi ekki að vera enda. Ég held að þetta væri, ég hugsaði að hann er svona svolítið slow, svona second act í gangi. Ég held að það væri miklu meir eftir, sko. En svo spurning, að því núna, við höfum talað um þetta, að þú kannski býstu ákveðna mynd. Já. Svo færið aðeins öðru í þessu mynd. Já. Og þá var bara svona, wow. En því núna vistu það. Þú veist hvað hann endar. Já. Þá er spurning hvort að þú er ekki inspiraður. Nákvæmlega, þess að sjá hann aftur myndur að breyta eins og ég til dæmis var bara svo undirbúinn fyrir það. Ég var ekki búin að lesa mikið af einhverjum gagnrýnum, en ég vissi að hún yrði part 1. Já. Og þetta yrði engin endir. Já. Og venjulega þoli ég ekki bíómyndum. Ég er að gefa hún smá break núna, að því eins og með Lord of the Rings. Ég var ekkert pirrað þegar Fellowship endaði, að ég vissi ég fengi 2 Towers og Return of the King. Svo spurning að þú vissir að Dune 2 var að koma næsta ári. Kannski verður bara svona, ég skal fyrirgeta það frekar. Já. Það getur verið að fóra aldrei 2. Það sem væri bara svo mikið, travesti ef það myndi ekki gera 2 með þennan endi. Já, það er hræðilegt. Pældi ef það myndi gerast. Þú veist, hvernig ætlar að fara tilbaka og getur ekki búin að gera þessa mynd, þannig að ég held að það verði bara pottið 2, sko. Já. Bara endurinn á þessari mynd segja bara, hei, það verður nú með 2. Hafið engar áhyggjur. Hlýtur bara að vera, sko. Já. Og líka kalla myndina Dune Part 1, þú veist. Það er confidence í því, sko. Það er confidence, en fannst þið samt ekki áhugavert? Hún er ekki markast þetta þannig. Það er mjög skrítið, já. Af því það gef upp strax bara í byrjunni, þú veist. Já, en þá ertu búin að köpa með það. Já, ég veit ekki. Skilur það? Já, það sé pælingi. Það pottið. Af því þeir get ekki lofa okkur part 2. Já, það er alveg pæling, sko. Já. Þeir eru ekki búin að því. Lord of the Rings var alltaf markasett. Part 1, 2001, part 2, 2002 og part 3, 2003. Já. En núlega sinni með hefði alltaf bara verið gjaldrúta. Já. Ef Lord of the Rings, ef Fellowship við klikka, fyrir þetta ekki gjaldrúta. Algjörlega, það hefur þurrkast út, sko. Þannig ég skil vel að stúdíum sé ekki að taka svona mikla sénsa. Ég skil það alveg. En þess vegna held ég sem markasett svona. Já, það er, ég meina, Warner Brothers hefur gert svona ýmsa syndir í svona málum, sko, áður, þannig að það kemur ekkert óvart, sko. Og svo er líka verið að tísa. Ég vissi að það er sýnt í trailinum, þegar hann er að berast með einhvern hnífum og gríma fyrir svona upp. Já. Ég vissi að það myndi ekki gerst í myndinni. Ég vissi þetta var í draumur. Já. Eða eitthvað, skilur Já. Og það kom síðan ljós, þetta var þannig. Það var svona out of touch einhvern veginn, svona, já, maður bara, wow, ok. Já, en mér finnst... Gullhjálm eitthvað. Já, en mér finnst þeir vera að tísa í trailinum. Já. Þetta er third act í myndinni. Já. Skilur, nákvæmlega. Mér finnst þeir vera að markast þetta sem eina mynd. Já. Er þetta ekki svolítið sammála því? Einhver leiti? Jú, algjörlega. Ef þú horfir á trailerin, það er ekkert nefnt part 1 eða neitt. Sko, ég er eiginlega bara hálfbúin að gleyma trailinum. Ég þarf eiginlega að kíkja á hann aftur og sjá svona hvað voru þeir að sýna. Ég man þeir sýndu mikið á svona eins og epic svona svo, þegar er verið að sprengja hérna því það sýndu mikið af því. Þeir sýndu ekki
og sýndu mjög lítið af Harkonnen í rauninni ættinni, sko, það var bara rétt baróninn sem töff að það gerir það ekki, sko. En mér minna að trailerinn enda á því, hann stingur göruna, snýr sér eitthvað svona nákvæmlega, þetta close up á hann, mér minni það. Já, ég held að það sé rétt það, sko. En líka var eitthvað sýnt, ég get ekki hægt að tala þessa drekaflugu vélar, ég dyrka það, sko. Já, þetta er hálfgerða þyrlur á þeim. Þetta er X-Wing fyrir þessa myndir, sko. Já. Þetta verður iconic, sko. Já, líka var hljóðið í þeim. Hljóðið geðvitt. Ég veit ekki, var þetta í trailernum, voru það sýndar í trailernum? Kannski eitthvað. Af því ég vissi ekkert það og ég bara svona, byrju, átt að vera drekaflugu vél og er þetta að fara að virka? Svo bara byrjaði það og ég bara, make a sense. Mér var þetta töff. Geðvitt, sko. Já, svona þeirra þyrlur. Þetta er X-Wing. Þetta verður X-Wing fyrir Dune-myndið það, sko. Já, það er mögulegt að það verði. Ég er svo mikið að hugsa bara ennþá þessu mynd. Já, og maður er bara svona farið hvaða verð sem maður dýrkaði, sko, þú veist. Það er svo mikið að melda þetta tónlistinu og búin að nefna það brjálu tónlist í þessu mynd. Hann segir með maður, hvað þetta er, sko, eins og ég sagði við í hlénu, ég var farin að pæla í tónlistu svo mikið í miðri mynd. Þá er það eitthvað virkilega grípandi, sko. Ég er ekki eins og ég sagði við þig í hlénu, ég er nefnilega að tala ekki myndir í hléi. Já. Það finnst það svo pointless. Já. Það myndir ekki búin. Já. En ég var bara... Við vorum sáttir hlénu þetta. Já, ég sagði bara við, þú veist, þetta er bara trillt. Já. Það sem maður að horfa á. Og ég á mig geðveikar væntingar, þú veist. Já, ég á mig geðveikar væntingar. Við báðum mig geðveikar væntingar og vorum bara gitti, sko. Já. Þetta var bara svo töff. Allt í þessa mynd. Það var allt töff fyrir þessa mynd, sko. Hvað heldur hún að kosta þessi mynd? Hefur eitthvað séð tölur um það? Nei, ég fór nú undan pæli. Ég held hún sé ekkert rosalega dýr. Þetta eru 200 milljónir. Já, það er ekki bara standardinn. Ef þú pælir í því, sko, þú veist, þau hefur bara tekið meira hlutin af þessu í einhverjum, þú veist, Marokko eða eitthvað. En hvernig varst að fíla það? Að þetta er mín upplöfun. Mér fannst hún virka ekki, sorry, ég er að googla þetta. 165 milljónir. Já, nákvæmlega. Svo dollara. Ekki 200. Sem er á að vera standardi fyrir svona stóra myndir. Þú pælir í því, það voru ekkert... Jú, setpísin sum voru frekar stór og svona, það voru hann nokkur. En mér fannst það ekki virka rosa grínskrínleg. Nei, nákvæmlega. Þú veist, auðvitað er eitthvað grínskrín skot. Já. En mér fannst eitthvað location, eitthvað set. Já. Algjörlega, samanlega því. Hann kann nota. Stundum maður að horfa á þessar, og ég nefni Marvel, það eru svo svakal ábærið í dag í bjón. Stundum ég horfa á Marvel-myndir, það er bara svona, hún er svolítið grínskrínleg. Já. Mér finnst þess ekki virkað þannig. Nei, og þessi ætti að vera mikið þannig því að þetta er bara heimur sem við getur ekki búið til, hann er svo mikil skali á því. En já, með nákvæmlega, maður fekk aldrei þannig feeling, maður bara svona, þetta er mikið grínskrín. Maður bara keypti þetta. Líka bara litindi, bara svona lúkið á myndinni einhvern veginn passaði, sko. Og mér finnst ekki töff að þeir eru að Treydees fjölskyldan býr á annara plánundu. Já. Og þeir séðan bara fá það verkefni. Þeir að stjórna Arrakis plánundri sem er þessi eðvirku plánunda. Já. Þau þurfa að fara þangað. Mér finnst eitthvað töff við það. Já. Það er svolítið peningar þeir eru. Spæsi. Svona lénsherra eitthvað fílingur eða eitthvað. Já. Þannig fílingur, sko. Já. Það var mjög töff, sko. Hvernig það fíla atriðið þegar Paul hittir gömlukonuna sem er eitthvað svona sér. Það fannst mér mjög creepy og töff. Ógeðslega creepy atrið. Þessi kona var ógeðslega creepy. Já. Og líka setna þegar hún er að díla við baróninn og svona, það er eitthvað mjög creepy við hana, sko. Já, og svo líka þessi vera sem sá. Já, hvað var það? Hvað var þetta? Eitthvað kónguló maður eða eitthvað, ég veit það ekki. Það var ekkert útskýrt, það var bara svona, hvað er þetta? Svo bara, já, labbaði úr ramma og maður bara svona, og hvað er þetta? Fengum ekkert að vita það. En ég elska svona dót. Það er líka, hvað á eftir að koma meira dýralífi þarna, þú veist? Það er til þessi ormar þarna, og svo bara eins og lítil mús eitthvað og krúttlegt eitthvað og svo yfir í svona svo bara svona venjuleg skordýr og maður bara svona, hvað er meira í dýralífuna þarna, það er verið áhugavert að sjá það, þetta er alltaf nýr heimur. Já, og eins og þú sagði líka, við fengum að sjá svo lítið af honum í rauninni. Já. Það er þó þessi episk, það var svolítið fókusur á hana karaktera. Og svo alltaf næstu plánundur, svo verður eitthvað, þú veist, það er ekki snýst þetta allt Arrakis, nú veit ég það ekki, þú veist. Ég held það. En svo fær hann eitthvað svona sín eða eitthvað. Það sem er eins og hans er komin aftur heim. Já. Með stelpunni.
Já, einhverjum tímpúti þarf að vera uppgjör við hennan keisara, þannig að það hlýtur að vera einhverstað annars staðar. Já. Ég er bara svo spenntur. Það sem er stærsta hrós sem ég get gefið þessari mynd er að mér langar að læra meira Dune. Já. Það var sama og gerist hjá mér í Game of Thrones til dæmis. Já. Að ég er bara svona, vá, mér langar að vita meira þennan heim. Það þarf að lesa bækurnar? Mér langar heldur mikið að lesa bækurnar. Ég er alveg komin á það. Ég er svo lat við að lesa, ég hefði örugglega gert, það hefði verið gaman ef við lesið þeim á táningur, sko. Og svo náttúrulega á maður að fara að horfa á þessu gömlu mynd, það verður röff að horfa á hana. Við verðum að tjekka á henni. Shit, hvað verður röff. Ég svo bara trailerinn hann og maður bara, shit, þetta er ræðilega. Eftir þessa ógeðslega flottu mynd að fara að horfa á, frá 84 eftir Lynch, og bara, shit, þetta verður erfitt, sko. Það verður alveg erfitt. En þessi líka svo ógeðslega flott. En allir maður þurfa að gera það. Þarf maður að gera það. Þarf þess ekki? Nei, nákvæmlega. Ég meina, þetta verður sett út þannig að þú átt ekki að þurfa það, sko. En það verður áhverjast samt að horfa á hann eftir að búin að sjá þessi bara upp á... Já, ég hef alltaf... Svipuð upp á bara söguna. Já, nákvæmlega. Ég hef alltaf verið forvitin að sjá hana. Ég held ég hefði séð einhvern tíðan sýnd á RÚV eða eitthvað. Ég man samt ekkert eftir því, sko. Nei. Ég man bara Sting var inni. Já, ég myndi það ekki. Með eitthvað svona ljóst hár. Þú veist ekki hvaðan lekið er mynd? Nei, ekki hugmynd. Þannig að það er Josh Brolin karakterinn eða... Nei, ég held að hann hafi örugglega verið Harken. Ég man hann var í eitthvað svona... Harkonnen. Já, fyrir ekki, Harkonnen. Hann var eitthvað svona dökkum búning. Þannig að hann átti að vera eitthvað svona evil, held ég. Já, þú meina, hann átti að vera eitthvað svona vondingæði. Held það örugglega. Ég bara verð að tjekka þessu, bara henni stutt. Ég sé bara lukki fyrir mér og hann var eitthvað svona svörtu leðrið, held ég, eitthvað, þú veist. Hlýtur að vera Sting. Já. Það er bara fyrsta myndin hans. Já, hann er leikið, sko. Hann leikur karakter sem að... Sér ekkert hvað ættarnafnið? Nei, ég held að sé ekki, við hefum kannski ekki eins og séð það. Nei, nákvæmlega. En Patrick Stewart leik Josh Brolin. Já, það? Já, það fylgta leikminn sem mynd. Það tjekka hann á sér tækjurum maður. Já, maður verður að kíkja á hann einhvern tíðan, sko. Herru, hefur ekki verið að slútsu bara? Takk bara stutt á þátt. Jú, hvernig var samið upp? Við erum bara sáttir. Loka orð, bara drífið ykkur í bíó. Já. Bíó is back. Ég elskar þessa sendingu, Bíó is back. Bíó is back with a vengeance. Og bara, damn, hvað ég er búin að bíða svo lengi eftir þessi mynd. Manstu ég sagði því einhvern veginn fyrir löngu síðan, bara, já, Dune og Tenet er að bjarga 2020. Tenet gerði það ekki. Ég held að Dune hefði bara aðeins bætt upp fyrir Tenet, sko. Já, fyrir mig, ekki spurning. En ég ætla að gera á Instagram, ég ætla að taka mynd af þér. Búa til fyrir Instagram. Og gera svona, gera quote. Bíó is back. Bjarni Dune, Bíó is back. Já. Endum á því. Drífið ykkur í bíó. Þetta er æðisleg mynd. Og við erum bara spenntir að sjá nummer 2. Æðisleg. Þið verðið að fara hann í bíó. Ég ætla að sjá hann aftur. Ég ætla að fara með kæristunni. Já, veistu það, ég get vel að fara hann að tvisvar viðbót, sko. Maður verður að sjá þessa mynd aftur. Þetta er þannig mynd, sko. Ég verð að sína pappana, ég held að hann eftir að fíla hana. Já, ég held að ég fara með pappa líka. Herru, takk fyrir að koma, maður. Yes, takk fyrir mig.